the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath and praise the Lord, praise the Lord. I praise in the valley, praise in the mountain. Hey. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, I praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drown. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Velkomna samkomu. Gaman að sjá okkur hér í dag. Nú fer vetrardagskráin að kikka inn hjá okkur og það fer alltaf fullt. Við erum komið saman hér í dag til að lyfta honum upp því að hann er heilagur. Vers dagsins er trúin er fullvissum þar sem menn vona sannfæringum þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Hebreabréfið 11:1. Við ætlum að lóma hann í dag, má ég heyra amen. Og við ætlum að gefa honum dýrðina, við ætlum að syngja, við ætlum að klappa, við ætlum að bara lofa hann eins og við gerum alltaf. Það er svo dásamlegt þegar við fáum að lyfta honum upp, halleluja. I praise when I feel it, I praise when I don't. Praise when I know you're still. Oh. My praise is a weapon, it's more than a sound. Praise is the shout that brings Jericho down. Woo! As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you're sovereign, I praise 'cause you reign, I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, I praise 'cause you reign, I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul.
breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Halleluja. Algjörlega dásamlegt að lofa hann. Halleluja.
Við ætlum aðeins að tóna þetta niður. Halleluja.
lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place inside my tomb. You were buried for 3 days, then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the calls the sons and daughters. We are ransomed by our Father's blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the calls the sons and daughters. We are ransomed by our Father's brought me from the darkness into glorious light. We give you glory, we give you honor, Jesus. Glory to His name.
Jesús. Þetta maður minn á mixernum, hann vil ekki heyra mig tala, það nokkuð ljóst. Rísum hans og fætur og bara gefum Guði dýrðina. Það nærvera hér í dag. Og hvað þýðir það? Hvað nærvera Guðs? Hvað felst í nærvera Guðs? Það kraftur, líf, lækning. Allt sem við þurfum í Kristi. Þannig að það sem ég langar til þess að gera hér í dag, ég langar til þess að við þökkum bara Drottni fyrir það sem hann hefur gert. Í gegnum blóð hans, í gegnum fórnardauða hans, þá eigum við líf í dag. Og ekki bara líf, við eigum líf í komandi lífi, við eigum líf á himnum með honum, en við eigum líka líf í gnægð, vinir. Það þýðir að hann með mér. Það þýðir að upprisu kraftur hans býr innra með mér. Það þýðir það að þegar ég labba í gegnum dimman dal, þá þarf ég ekki óttast neitt því að hann með mér. Gleymum því ekki, við erum aldrei ein. Hann með okkur. Og mér langar bara til þess að við gefum Guði dýrðina áður en við höldum áfram í lofgjörðinni. Bara í smástund, lyftum höfðum okkar, lyftum höndum okkar og bara þökkum honum. Drottinn, ég bara þakka þér fyrir trúfestið þína, náð og miskunn. Ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, að þú komst í innan heim algjörlega án syndar, fórst á krossinn fyrir okkur. Og Drottinn, vegna þess að þú varst hlýðin allt til enda, þá eigum við líf í dag. Og Drottinn, ég bið Jesús að koma inn í líf allra hér inni, Drottinn. Við erum á mismunandi stað á göngunum með þér, Drottinn, en þú þekkir okkur. Þú veist hvað við þurfum, Drottinn minn. Þú veist hvað við þurfum frá þér í dag, Drottinn minn. Og ég bið Drottinn að mæta okkur til anda, til sálar, til líkama Jesús. Og Drottinn, ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, að sjösinnum fellur hinn réttlæti, en hann rís alltaf upp aftur. Því að það kraftur þinn, Drottinn minn, sem býr innra með okkur, Drottinn minn. Og ég bið fyrir samkoman í áframhaldi, Drottinn minn, og við gefum þér alla dýrð og lofgjörð og heiður. Í Jesú nafni. Við ætlum að taka samskot hér í dag. Það posi hérna aftast, strákarnir hérna að láta bauka ganga og við ætlum að gefa hér í dag og svo höldum við áfram í lofgjörð. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Your sin was great, your love was greater.
Jésús, heilagur ertu drottinn. Helgist þitt nafn, drottinn Jésús. I'm calling on the God of Jacob, who loved and thirsts through generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. I need you now. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests above the lovely. Oh girl, I know with you all things are possible. I'm calling on the God of Mary, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giants. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness, God. You heard your children then, you hear your children now. You are the same God. You are the same God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God. You are the same God. You were providing. You are providing. You are the same God. You are the same God. Move in power, then God move in power.
þessum snillingum gott klapp. Halleluja. Jesús. Það er greinlega ennþá svolítið sumarstemming hérna hjá okkur. En það er allt í lagi. Ég var að hugsa það hvað það er skrítið, sérstakt. Að það er alltaf eins og þegar maður er að gangi í gegnum eitthvað, bara koma og sangumu hvað viðhorf manns til lífsins breytist. Og við vitum hvað orð Guð segir, hann býr í lofgjörð lýðsins. Það er eitthvað sem gerist þegar við stöndum hérna saman og við þurfum að lyfta upp nafni Jesú. Og ég hef mikið búin að hugsa þetta, hvað er það? Út af því að það bregst ekki. Þegar ég er búin að sangumu þá fer ég út léttar í spori. Það er eins og lífið sé bara auðveldara. Og ég er alveg búin að átta mig á því hvað gerist, að ég held. Það sem við gerum hér í dag og við gerum alla sunnudaga er að við stækkum Jesú. Við hættum að horfa á okkar eigin kringumstæður og við förum að horfa á Drottinn. Og því meira sem þú horfir á Drottinn, því meira sem þú vonar á Drottinn, því meira sem þú gefur Drottni dýrðina, því meiri kraft gefur hann þér á móti. Biblían segir þetta svona, þeir sem vona á Drottinn fá nýjan kraft. Þeir svífa upp á vængjum sem ernir. Og ég veit ekki með ykkur, en ég vil vera örn í þessu lífi. Þegar kringumstæður lífsins koma og þær munu koma, það munu allir hér inni rata í erfiðar kringumstæður. Þá hefur örnin tilhneigingu til að nota storminn sem áskorun til að fljúga hærra. Og vinir, við sem kristi fólk sem erum með Jesú Krist innan í okkur, inn í hjartan okkar. Við höfum upprisunkraft hans í hjartan okkar. Það þýðir að það eru engar kringumstæður nógu stóra til að gera okkur mein með nokkrum hætti. Notum storminn til að fljúga yfir hann, sem áskorun til að fljúga hærra. Má ég heyra amen. Þannig að við ætlum að gera nákvæmlega það og ég ætla að biðja ykkur að rísa á fætur. Við ætlum að biðja saman og Árni ætlar að tala hér orð Guðs og það verður blessað. Það sem að skipti máli þegar við heyrum orð Guðs er að hjarta okkur sem mjúkt. Biblían talar þetta þannig, hann vil gefa okkur hjarta úr holdi. Oft þegar við lendum í kringumstæðum og við erum bitur og reið gagnvart einhverju fólki, þá herðist hjarta okkar. Við þurfum að biðja Guð að leysa hjarta okkar. Við höfum ekki verið að reiði nokkurn mann. Af hverju? Því að Guð sér alla. Það eru allir á vegferð. Við höfum að vera fljóta fyrirgefa. Við höfum að fljóta halda áfram. Þannig að gerum eitt í dag. Ef það er eitthvað sem hvílir á þínu hjarta, það er eitthvað sem er óuppgert í hjartanu, gefðu Guði það. Ekki eyða einum degi lengur í vonda tilfinningu eða vonda líðan. Gefðu Drottni hjarta þitt. Leyfðu honum að mýkja hjartað að nýju. Og vinir, við erum öll með eitthvað. Biðjum Guð að setja í okkur hjarta úr hold og blóði. Þannig að við getum tekið við orði hans og borið mikinn ávöxt. 30-faldan, 60-faldan og 100-faldan. Drottinn, við bara komum fram fyrir þig. Við lyftum upp þínu heilaga nafni. Þú ert yndislegur Guð, þú ert sami Guð. Og þú varst Guð Móse og Abrahams og Ísaks og Jakobs. En þú ert líka Guð okkar. Og þú gerir sömu hluti í dag eins og þú gerðir þá, Drottinn minn. Ég biði Drottinn minn að hafa áhrif á hjarta okkar. Drottinn, hjálpa okkur til að taka við orði þínu, Drottinn, í trú. Og Drottinn, ekki bara taka við því, heldur huglega það. Gefa því, Drottinn, pláss í líf okkar. Og síðan að bera mikinn ávöxt, 30-faldan, 60-faldan og 100-faldan. Og Drottinn, ég biði að þú snertir Árna þegar hann talar orð þitt. Að hann tali það orð sem að þú hefur gefið honum að mæla, Drottinn. Og ég biði líka að við mættum taka við því, Drottinn minn, með gleði í hjarta. Og Drottinn, við gefum þér alla dýrð, heiður og lofgjörð. Og við biðjum í Jesú nafn og allir líðurinn sagði. Amen og amen. Árni, gjörðu svo vel. Halleluja, dýr sé Guði. Amen, halleluja. Það er allir frelsarinn inni, held ég. Amen. Frelsa því það að hafa tekið Jesú Kristi inn í sitt líf. Það er ekki flóknara en það. Og Guð gerir þetta svo einfalt að allir menn geta tekið við fagnaðarréttinu. Við fengum að heyra, og þegar við fengum að heyra orð Guðs og það sem Jesús Kristi gerði fyrir okkur, að þá tókum við trú.
Og ég man þegar ég var spurður að því trúir á Guð, já, það var ekkert mál fyrir mig að segja já. En þegar ég var spurður að því trúir á Jesú Krist, trúir því að hann sé sonur Guðs, þá var ég ekki alveg viss. Ég þorði ekki að segja já og ég þorði ekki að segja nei. En til þess að gera langa sögu stutta, þá gaf ég honum tækifæri. Og ég kom á samkomu sem þessa, fekk að heyra orð Guðs. Ég var boðað á samkomu, ég var að kafa í orglu. Og ég fekk að heyra Jesú Krist og ég fekk náð til að segja já við það. Og kraftur Guðs, hann bara opinberast inn í mitt líf. Fyrst við ekki að heyra, ég ákvað að gefa þessu tækifæri. Ég vissi ekki hvað ég var að fara út í. En þegar ég bað Jesús um að koma inn í líf mitt, þegar ég bað að fyrirgefa mér syndir mínar, þá fann ég kraft Guðs koma. Og vegna þess að ég bara finna kraft Guðs fyrir heilagan anda, að þá getur engin maður talað mig út úr þessu. Það getur engin illur andi haft áhrif á mig að taka mig frá þessu. Ég hef valið að fara í gegnum með raunir og þjáningar og játa Jesú Krist frammi fyrir öllum mönnum. Men þess vegna kannast faðirinn við mig þegar ég kem inn í eilíðina. Þrenging var skammvinn, hún bara núna í jarðarstinni. En þegar við komum inn í eilíðina, þá opinberar stýr Drottins inn í líf okkar samkvæmt því vali sem við höfum gert hérna í jarðarstinni. Þess vegna hún skammvinn. En alla eilíða þá fáum við að kynnast Jesú Kristi miklu meira og nánara heldur við höfum fengið að kynnast honum hérna í jarðarstinni. Þannig að jarðarstinni bara svona frumgrunn að því sem við fáum að upplifa þegar við komum inn í eilíðina. Hafa allir fengið að finna nærveru Guðs? Má ég sjá hendur? Er einhverjum inni sem ekki fundið nærveru Guðs? Trúlega, það getur alveg verið. Svo einhver að horfa eða hlusta á netinu og það getur vel verið að þú hafir aldrei fundið nærveru Guðs. En þetta lykillinn, að bjóða honum inn í lífið þitt. Halleluja. Ég ætla að byrja að lesa nokkuð ritningavers úr Galatabréfinu 1. kafla. Það segir, Páll postuli, ekki sendur á mönnum, hugsa ykkur, ekki sendur á mönnum, nýja tilhlutun manns, heldur að tilhlutun Jesú Krist og Guðs föður sem uppfatti hann frá dauðum og allir bræðurnir sem með mér eru heilsa söfnuðunum í Galatalandi. Náð sé miður og friður frá Guði föður og drottni vor Jesú Kristi sem gaf sjálfan sig fyrir syndi vorar til að frelsa oss frá hinni yfirstandandi vondu öld, samkvæmt vilja Guðs voss og föður. Hún sé dýrð aldir alda. Amen. Þannig að hann frelsar okkur frá þessari vondu öld, frá þessari vondu dögum sem við erum að ganga í gegnum, að þá frelsi Jesú Kristi okkur til handa á hverjum einasta degi. Ekki bara fyrst þegar við tókum við þessari frelsar okkar, heldur á hverjum einasta degi. Sér hver sem ákallar nafn Jesús í einlægni, hann mun hólpinn verða. Og við þurfum að ákalla nafn Jesús á hverjum degi, ekki bara í byrjun, á hverjum degi. Og lofa hann og þakka honum á hverjum degi fyrir það sem hann har gert fyrir okkur. Halleluja. Svo heldur hérna áfram. Mér furðar að þér svo fljótt láti snúast úr honum sem kallaði yður í náð Krists til annars konar fagnaðarerindis. Við erum að glíma núna á síðustu tímum við áhrif illra anda sem að reyna að stela fólki frá því að eigna samfélag við Jesú Krist. Og ef þú hefur eignast samfélag við Jesú Krist, þá hafa þessar illa anda líka áhrif á það að reyna að taka þig frá Jesú Kristi. Já, til annars konar fagnaðarerindis. Mér furðar að þér fljótt láti snúast úr honum sem kallaði í náð Krists til annars konar fagnaðarerindis. Þannig að það er hægt að falla frá Guði inn í eitthvað annað. Það er alveg möguleiki. Og svo segir, sem þó er ekki til. Það er ekki til neitt annað fagnaðarerindi. Hvers vegna ættum við að fara eitthvað annað? Það er ekki til neitt annað fagnaðarerindi. Til hvers? Ég hef ofta hugsað þetta, þess, á hverju fólk að leita í eitthvað annað. Jesús hefur allt fyrir okkur sem við þurfum. Allt sem við þurfum. Á hverjum degi þá hefur hann fyrir okkur það sem við þurfum. Við þurfum bara að leita til hans. Og það er best að velja hann á mótnana leið og vaknar.
og líka réttar okkar að sofa. Þá ertu alveg öruggur, eða örugg. Halleluja. Halleluja. Þannig að það ekki til eitt annað fagnaðarerindi og svo heldur áfram. Heldur einhver að trufla yður og vilja umhverfa fagnaðarerindinu Krist, en þótt jafnvel vér eða enginn frá himni færum að boða yður annað fagnaðarerindi en það, sem vér höfum boðað yður, þá sé hann bölvaður. Eins og Björn hefði sagt, eins og ég segi nú aftur, ef nokkur boðað yður annað fagnaðarerindi en það sem þér hafa veitt viðtöku, þá hann bölvaður. Ég nú að reyna að sannfæra menn eða Guð? Ég að leitast við að þóknast mönnum? Spurningamerki. Ekki ég. Ef ég var enn að þóknast mönnum, þá ég ekki þjónn Krists. Það læti yður vita, bræður, að fagnaðarerindið sem ég hef boðað yður ekki mannaverk. Það ekki mannaverk. Ekki hef ég tekið við því að manni, nei láta kenna mér það, heldur fengi það fyrir opinberu Jesú Krist. Fyrstu lærisveinarnir, fyrstu postularinnir 12 og fyrstu lærisveinarnir, hann sendi út 7 12-manna teymi fyrir þá sem maður vita það ekki. Það voru fyrstu 12 lærisveinarnir, svo voru 72 aðrir. Það gerir 7 sinnum 12 lærisveinar. Hann sendi út bara 7 teymi, bara meðan var í njarðastinni. Og þeir fengi að kynnast honum persónulega. Bara eins og ég fæði að sjá ykkur, hitt ykkur persónulega, þá fengi þeir að kynnast honum persónulega. Og þeir boðuðu fagnaðarerindið. Og hvað fagnaðarerindið? Það Jesú Kristur. Það nefnilega málið, það Jesú Kristur. Mannaverk eru trúarbrögð sem að reyna að nálgast Guð á einhverjum öðrum forsendum. Lærdómur illra anda eitthvað sem menn ástunda til þess að fá eitthvað, ekki frá Guði, heldur reyna að ná á okkur fram sem að líkist Guði. Og fyrsta fall mannkynsins var það að höggómurinn sagði við Adam og Evu að þið munu verða eins og Guði líkir. Og ég talaði svolítið reiðina og höfninina síðast þegar ég var að tala, að það svolítið svona það að við viljum vera eitthvað stórt og halda í það. En málið það að við erum bara lítil. Í Jesaja 40:15 það segir að þjóðin eins og dropi í vatnsskjól í augum Guðs. Hvað þá einn maður? Hversu smár hann? Og ef við könnumst við veikleika okkar framið fyrir Guði, framið fyrir Jesú Kristi og komum með það fram fyrir hann, að þá fáum við lausn á okkar málum. En ef við þurfum að segja að þetta eitthvað stórt og mikið og við erum eitthvað stór og mikil og við þurfum ekki á þess að halda að þá erum við bara í mætti. Hvort betra? Að vera í hans handleiðslu. Leiðast að heilum anda. Halleluja. Ég ætla að lesa nokkur ritningarvers úr Rómverjabréfinu 5. kafla og bara svona aðeins að opna upp fagnaðarerindið. Áður ég held lengra með þetta. Þar segir, frá mér 1. versi, rétt eftir að trú höfum við því frið við Guð fyrir drottning vor Jesú Krist, fyrir hann höfum við aðgang að þeirri náð sem við lifum í og við fögnum í vonum dýr Guðs. Við fáum að bara sjá dýr Guðs þegar við komin í eilíðina. Stundum fáum við að smakka hana í dag. Hverju hafum við ekki að snertast á dýr Guðs? Halleluja. En ekki það eitt, við fögnum líka í þrengingunum. Með því að við vitum að þrengingar veitir þolgæði en þolgæði fullreynd en fullreyndin von. Og við erum reynd með að vera með njarðastinni. Trú okkur reynd á allan hátt. Og það allt í lagi að vera í veikleika. Það ekkert að vera í veikleika. Því að í veikleikanum opinberast kraftur Guðs. Halleluja. En vonið bregst oss ekki, því að kærleika Guðs úttelt í hjörtum vorum fyrir heilan andan sem oss gefinn, við að við enn vorum óstyrkir, þó Kristur setti tíma fyrir óguðlega. Annars gengum varla nokkru dauða fyrir réttlátan mann, fyrir góða mann kynni ef til vill einhver að vilja deyja. En Guð auðsýnir kærleika sinn til vor, þar sem Kristur fyrir oss dáum við enn vorum í syndu vorum. Þar sem við erum nú réttlæti fyrir blóð hans, því fremur mun að frelsa oss frá eilífðinni, því að við vorum óvinir Guðs og við erum sættir við hann með dauða sonar hans.
Því fremur munum við frelsa verða með lífi sonar hans. Nú erum við sátteknir og ekki það eitt, heldur fögnum við í Guði fyrir drottni von Jesú Krist, sem við nú höfum öðlast sáttagjörðina fyrir. Halleluja. Þannig að Jesús kom og gerði það sem við getum ekki gert. Hann dó fyrir okkar syndir og sjúkdóma og í honum þá allt það sem við þurfum. Við eignum samfélag við Guð á ný og við fáum að vera með honum alla eilífð. Halleluja. Þakka Jesús fyrir það. Amen. Það eru rauninni 2 höfðingjadómar. Í fyrstu versunum sem ég las í Gálatabréfinu þá talað um það að ef einhver annar fyrir að boða þér annar fagnaðarendi en það sem við höfum boðað Jesú Krist, þá sé hann bölvaður. Og svo talað um það jafnvel ef engill fyrir að boða fagnaðarendið. Og málið það að það eru fallir englar. Lúsifer var æðsti engill af Guði, átti að leiða inn í okkur sannleikann og hann féll. Honum var varpað hérna niður á jörðina og hann tók með sér 1/3 englanum. Og vitið það að hann að boða annað fagnaðarendi. Hann í ljós engilsmynd og hann hefur áhrif á fólk. Guð þessara veraldar, Lúsifer, hann hefur áhrif á fólk til að blinda þannig að sjá ekki ljósið frá fagnaðarendinu Jesú Krist. Það mjög alvarlegt. En þakka fyrir það að við höfum fengið náð til að sjá ljósið frá fagnaðarendinu og náð til að meðtaka Jesú Kristi frelsara okkar. Þannig að ég vil varpa ljós á það hér í dag að það ekkert annað fagnaðarendi. Það engin önnur leið til Guðs nema fyrir Jesú Krist. Hann vegurinn, sannleikurinn og lífið og enginn kemur til föðurins nema fyrir hann, fyrir krossdauða hans á Golgata, fyrir blóðið sem hann útheldur fyrir okkar syndir og sjúkdóma. Og í honum lækning til andra sálar og líkama. Og fullkomið lausn fyrir okkur. Halleluja. Þakka fyrir það, Jesús. En það eru illir andar sem hafa áhrif á okkur og ég ætla að lesa eitt ritningavers hérna. 1. Tímóteusbréfið 4. kapli vers 1. Andinn segir berla, þar segir heilar andi, að á síðara tímum munu sumir ganga af trúnni og gefa sig af villundum og lærdómum illra anda. Þessu valda hræsnisfullir lygarar sem eru brennimerktir á samvisku sinni. Þannig að það hann talað um lærdóma illra anda. Og ég vil svona varpa ljós á það að Lúsifer, hann getur læknað fólk. Hann getur læknað fólk. Það ákveðnir kraftar í því sem hann hefur. Og ég get sagt ykkur sögu, móðir mín, hún var alin upp á Einarstöðum. Hún var, afi minn, hann misti fótinn og gat ekki séð fyrir börnuna, þannig að hann þurfti að setja öll börnin í fóstur. Og mamma mín, hún lenti á Einarstöðum og fyrir ykkur sem að þekki ekki, þá var þar frægur miðið sem að hét Einar. Lækningamiðill, hann hafði samband við fólk, framliðið fólk og var að lækna fólk frá, bara gegnum þess eðlis hluti. Og mamma mín, hún fór til dæmis í andaklasana, einhvern tíma þegar hún var lítið stelpa og kraftarnir voru þannig að borðið það lyftist frá jörðu. Hún sagði mér þetta sjálf þegar ég fór að boða henni fagnaðarendi, þegar ég opnaði samfélagi við Jesú og þegar ég fór að boða henni fagnaðarendi, þá sagði hún mér þetta sjálf. Og móðir mín að hún hélt að allt þetta væri í lagi. Hún vissi ekki betur, en hún fór líka á samkomur. Hún fór í Fíladelfíu, hún lét biðja fyrir okkur fjölskyldunni, við vorum í Óreglu, hún lét biðja fyrir okkur og hún, þegar ég var myrkvælinn, þá sagði hún mér að biðja bænirna bara og biðja Jesús að koma og signa mig og svona. Þannig að hún var alveg trúið, hún trúið alveg á Jesú Krist, en hún blandaði hinnu saman. Og það það sem að ég vil svona varpa ljós í dag og afhjúpa í dag, að það ekki í lagi. Og ég fekk náð til að leiða mömmu mína út úr þessu rugli. Og segi henni bara skýra línur eins og ég ætla að segja ykkur í dag, að við þurfum ekki neitt annað en Jesú Krist. Til hvers? Nýaldarhreyfingin, hverju hafa heyrt nýaldarhreyfinguna? Nýaldarhreyfingin eiginlega bara sambland af öllu sem þú getur tekið.
annað en Jesús Kristur. Til þess að reyna að fá upplifað eitthvað og já, bara svona hafa þinn eigin Guð í raun og veru, bara eins og þú vilt hafa hann. Og þeir segja að það sé margar leiðir til Guðs til þess að finna hamingju. Og þetta er stærsta lygi sem bara hefur verið fundin upp. Það er bara ein leið til Jesú Krist, ein leið til Guðs og hún er í gegnum Jesú Krist. Hann er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og það segir í Jóhannes 10. kafla, það er verið að tala um Sauðabyrgið og það er verið að tala um dyrnar á Sauðabyrginu sem Jesú Kristur. Og Jesú Kristur sagði þetta sjálfur að hann er dyrnar að Sauðabyrginu. Hann er dyrnar að Guðsríkinu, hann er dyrnar inn í nærveru Guðs. En hann sagði líka að það eru þjófur og ræningar sem fara yfir vegginn. Og það er hægt að fara í fíkniefnaneyslu, það er hægt að fara í vímuefnaneyslu og fara svona þess að þjófutu leið inn fyrir. Að fá að upplifa eitthvað falskt frelsi. En það leiðir alltaf dýpra í bara pittin. Og það er líka hægt að fara í gegnum þessa kraft og gegnum þessu öfl yfir þjófutu leiðina. En þegar þú kemur út í eilíðina, þá mun þér bregða að þau hefur verið að fara þessa leið og ekki taka við Jesú Kristi sem verðsæðin. Þetta er bara skafmynd. En það mun ekki duga þegar þú kemur út í eilíðina. Það er bara Jesú Kristi sem að leiðir inn í faðmföðursins og það er eina sem að duga til þess að fara þarna inn. Vegna þess að móðir mín var að hræra öllu saman og var fyrir áhrifum af þessu sem var að gerast á einastöðum að þá fann ég líka fyrir þessu. Og ég var mjög næmur þegar ég var að alast upp bara fyrir alls konar illum öndum og öflum. Og mér fannst alltaf einhver vera að áreita mig eða fylgja mér. Og það var ekki fyrir ég fekk náð til þess að taka Jesú Kristi sem frelsarinn mínum, að ég fekk náð til þess að sjá hlutinni í réttu ljósi og taka vald yfir þessu og skipa þess að fara frá mínu lífi. Þannig að það er vald í Jesú Kristi til þess að lækna sjúka og líka reka út illa anda. Og ástæðan fyrir því að ég er að tala um þetta í dag, ég get ekki farið djúpt í þetta efni, en ástæðan fyrir ég er að tala um þetta í dag, það er vegna þess að ég er að segja ykkur það, að það er bara eitt fagnaðarefni og það er bara einn vegur inn í nærveru Guðs og hún er í gegnum Jesú Krist. Þess að hann hefur sama eðli og föðurinn og hann kom til þess að opinbera föðurinn. Faðirinn sést ekki. Hann er bæði svo stór, en hann er líka svo lítill. Hann er svo lítill að hann sést ekki. Hann þurfti að senda Jesú Krist til þess að opinbera sjálfan sig. En þegar við komum inn í eilíðina í gegnum Jesú Krist, þá fáum við að sjá líka föðurinn. Halleluja. Hann leiðir okkur inn í faðm föðursins. Kærleiksins sem faðm föðursins. Það segir í 5. Mósebók 18. kafla, það segir að þú skalt ekki láta son þinna eða dóttur gangi gegnum eldinn. Og svo er talið upp hluti. Þú skalt ekki leita til særingamanna. Þú skalt ekki stunda fjölkengi. Þú skalt ekki leita fréttaframlinum. Þú skalt ekki stunda galdra. Allt þetta er talið þarna upp og þið getur bara flettið þessu sjálfu upp þegar þið komið heim. Og dæmi í Nýja testamentinu, þá er talað um það til og með í Póstulussögunni 16. kafla. Það er talað um það að þegar Páll postuli var að boða fagnaðarerindið ásamt öðrum, að þá kom þar ambátt sem aflaði húsbónda sínum peninga með því að vera með, hún var með spásagna anda í sér. Og hún gekk svona eftir þeim og sagði, það var bara eiginlega að trufla það. Hún var eiginlega bara svona að trufla þá í boði fagnaðarindinsins. Þá var Páll fekk alveg nóg og hann bara rak andan út af henni. Og húsbændur hennar, þeir eru svo reiðir vegna þess að þar var peningadæmi farið. En ég er svona varpað að ljósa það að það er líka talað um þetta í Nýja testamentinu. Ekki bara í Gamla testamentinu. Og Nýja testamenti er 75% ef ekki meira bein tilvitnun í það gamla. Og það er alveg gildi líka. Það er ritað okkur til viðvörunar. Segir í Hebreabréfinu. Þannig ég er að vara ykkur við í dag. Vegna þess að ég sé það að fólk sem hefur tekið við Jesú Kristi sem frelsara sínum, að það er líka að gera svona annarlega hluti. Og það er ekki rétt. Ef þú ert að gera þetta, að þá er það ekki rétt. Og það er náð í dag til að snúa sig frá þessu. Ef þú ert að mixa hlutunum saman, að þá er bara ruglingur. Það er sem að ónurinn gerir.
Hann tekur áhersluna af því sem að skiptir máli og setur hana á það sem að skiptir ekki máli. Það skiptir máli að velja Jesú Krist í dag og dvelja með honum og velja hann. Það þessi litlu hlutir sem munu opinbera Faðirinn fyrir okkur í eilífinu sem kemur. Þessi litlu hlutir sem að við veljum í dag í Jesú Kristi, að það verður stórt þegar við komum út í eilífina. Litla múrstuskotnið, talandi trúna, það var það stóru tré, stærst allar trána. Og þannig er Guðs ríki. Við eigum ekki að fyrirlíta litlu byrjunina. Að auðmýkja okkur fyrir Guði. Halleluja. Men það verður uppsker að því þegar við komum út í eilífina. Ef við sjáum ekki uppsker í jarðvistina, þá munum við fá uppsker í eilífinni. Og hún er miklu stórfenglegri heldur en þið geti ímyndið ykkur að muni verða í ykkar lífum. Við fáum dýraðarlíkama. Halleluja. Þannig að vegna þess að Lúsifer er fallinn engill, þá hefur hann krafta og hann hefur svona tælandi áhrif á fólk að leiða það til síns og leiða fólk frá Jesú Kristi, hinu sanna fagnaðarerindi. Þess að hann vill ekki að fólk eignist það sem hann er búinn að missa af. Og sumir halda það að það sé í lagi að til og með svo leita fréttaframliðnum og fá lækningu að handan. Og Guð segir nei. Og það er ekkert víst að þetta sé framliðið fólk, það er ekkert víst, þetta gæti bara verið illar andar. Og illa andarnir, þeir koma líka ofta þannig bara fram, bara eins og þeir séu rosalega bara góðir, og bara allt séu svo fína. Margur vegur verið skreifær en enda þó að helstblóðin segir orð Guðs. Þannig við þurfum að þekkja orð Guðs. Þekkja munninn. Ég hef prófað þessum hluti. Sem unglingur þá leiddist ég út í alls konar svona hluti. Ég var að gera stjörnukort, ég var að spá í spil og ég þekki alveg þessa illa anda. Þegar ég kom til Jesú Krist, þá var ég með hersingu af illum öndum í mínu lífi. Bara hersingu. Og þessa andar þeir reyndu að taka mig frá fagnaðarnefndinni, leiða mig frá fagnaðarnefndinni. Ég var í rosalega mikil óreglu líka. Ég byrjaði að drekka þegar ég var 12 ára gamall. Hverja einustu helgi, oft meira, 12 ára gamall. Og ég sniffaði lím þegar ég var 12 ára gamall líka. Og það bara brenndi upp alveg fullt af heila frumum, en vonandi af einhverja endurnýjast. Ég er svona án gríns. Ég fann bara heilasæluna að brenna þegar ég var að sniffa lím. Og ég sá fólk deyja úr þessu, bara ungur strákur sem ég þekkti, hann bara dó. Þannig að ég var ekki góð fyrirmynd þarna, hann var að herma eftir mér og bróður sinum. Og hann dó úr þessu, hann fór bara yfir hann dó. Og margir sem ég þekkti á þessum árum, þeir dóu, bara hreinlega dóu úr neyslu. Þannig að ég er svo þakkláttur Guði fyrir það að ég fekk náð til að taka henni sem ég frelsaði mínum. Og það var líka náð að ég var svona mikil óreglu vegna þess að þá gat ég ekki farið eins mikið inn í þetta sem ég er að tala um. Ég leitaðist við það og ég fann að þetta var raunverulegt. Það er alveg kraftar í þessu. Ég gat alveg spáð í spil og ég gat alveg lesið stjörnukort og svona, gert þessu hluti. Men svona þetta er lærdómur illra anda. Og minn draumi þegar ég var í óreglunni var að hjálpa fólki og minn draumi var að fara til Indlands og vera jónki. Það var svona bara eina skýjaborgin sem ég hafði. En Guð, hann lætur ekki að sér hæða. Hann sendi mig þangað sem trúboða eftir ég frelsaðist. Ég var alltaf svo lyfjaður og fullur að það varð aldrei neitt úr neinu nema bara að hringa villisa. Þannig að það vendaði mig líka, sjáu þið til, þrátt fyrir allt. Og það leiddi mig líka til þess að ég fekk nóg og ég þurfti að leita mér hjálp og þess vegna gaf ég Jesú Kristi tækifæri. Halleluja, Jesus. Þakka þér drottinn. Amen, halleluja. Þannig að ég vona að þið sjáið muninn í dag. Og það er alls svona hlutir í dag, þetta er svo lúmst. Það er til sem heitir svona að fara í svona svitahof og drekka kakó og svona. Vitið það að gegnum annarlega heldur ekki, þá koma illir andar. Og ég get sagt ykkur það að það var drukkið í gegnum mig. Illir andar sem að drukkuðu í gegnum mig, bara alveg þannig, það var alveg þannig, sko.
Ég hafði ekki stjórn á þessu. Halleluja. Heilagur Jesús. Þegar ég fór til Indlands þá sá ég líka þessi, bara þú veist, bara hvað í gangi þar sko, og líka þegar ég fór til Afríku, hvað í gangi þar. Við erum raunin að glíma við þetta öðru seinna heima, en ég sá svona raunverulega hvað í gangi þar og ég bara, til þess að þegar ég fór til Afríku þá sá ég bara dímon bara eins og ég sé ykkur. Og ég sá bara, veist, bara svona alls konar hluti, bara eins og ég sé ykkur. Og þegar ég fór til Indlands þá fann ég líka bara, þú veist, til og með svo þú boðar fagnaðarréttið Jesú Krist á Indlandi, þá er þetta að passa þig að þeir taki ekki bara Jesú Kristi sem einum af guðunum inn í sitt líf. Þetta er alveg þannig, skilji. Og það er líka með okkur, þegar við tökum Jesú Kristi sem okkar frelsara, að þá þurfum við að hreinsast af því sem að er ekki í lagi. Halleluja. Þegar Ísraelsmenn fóru inn í Kanaansland þá rak Guð villidýrin smá saman úr landinu svo að landið myndi ekki leggja stöðin. Og það er líka þannig þegar við komum til Krists að þá þurfum við stundur svona aðlaðuna tíma. Þannig að við þurfum líka að umbyrða að hafa kærleika til fólk sem að koma til Drottins og kannski fast í alls konar hlutum. Að við ekki að reyna að leysa það sjálft. Það er ekki köllun okkar að leysa fólk eða breyta fólki. Það er köllun okkar að leiða til Jesú Kristi, að leyfa Jesú Kristi og heilagan anda að breyta fólki, að leyfa orðið Guðs að breyta fólki. Við getum ekki breytt fólki. Það er Guð sem að gera það. Þannig við þurfum að passa okkur á því líka að við erum ekki að reyna að hraða verkinu. Já, maður þegar ég kom til Drottins þá sagði alls konar hlutir og það bara þegar maður heyrði það þá var bara hættið að maður fór að reyna að gera þetta sjálfur. Þetta virkar ekki þannig. Við getum ekki að gera þetta sjálf. Við þurfum að koma fram fyrir Guð á hverjum degi og biðja hann að vinna verkið í okkur. Og hann mun vinna verkið, allir dagsendir komið sinnar. Það góða verk sem hann hafi í okkur, hann mun vinna það, allir dagsendir komið sinnar. Halleluja. Þakka þér Jesús. Ég ætla að lesa nokkur versi viðbútt. Ég ætla ekki að fara of djúpt í þetta, ég vildi bara varpa ljósa á þetta, vegna að þetta er að slæðast inn í kirkjurnar. Og Jesús sjálfur sagði það í Mattheus 24. kapla, versi 24. Þá sagði hann, því að fram munu koma falskristar og falsspámenn og þau munu gera stór tákn og undir til þess að leiða afvegilega, jafnvel þá sem eru útvaldir, ef orðið gæti. Það er þess vegna sem ég vil segja þetta í dag, ég hef séð fólk byrja vel, svo er bara komið í tómt tjón út af einhverju svona hlutum. Jóka er ekki í lagi. Ég er búinn að sjá þau öfla verki á Indlandi, bara alveg, sko. Alveg. Halleluja. Þannig að ég vil bara enda þetta á því að það er betra að koma til Jesú Krist með alla hluti. Og hann hefur allt það sem við þurfum. Við þurfum ekki að leita neitt annað. Halleluja. Þakka þér fyrir það, Jesús. Stundum þá sjáum við hluti opinberast í okkar lífi, bara til dæmis bara eins og Guð sýnir okkur eitthvað sem við erum að taka fram fyrir hann. Það kallast skurðgoði í Biblíunni. Og stundum sýnir hann okkur synd sem að við höfum kannski haldið að við værum búin að sigra á göngunum með Guði. Ég þekki þetta vel, ég er búin að ganga með Guði 40 ár, þess vegna veit ég þetta alveg. Og bara síðustu vikur að maður langar að sjá hendur, bara til smá staðfesting á þessu. Hverjir hafa fundið það að svona síðustu kannski 7-8 vikur þá hefur bara eitthvað nýtt verið að opinberast í ykkur lífi sem ekkert endilega eitthvað nýtt, en þið héldu að þið verið búin að sigrast á þessu og það verður allt í einu bara mega mál. Það er vegna þess að á dagatali Guðs þá var Guð að opinbera það sem hann vill hreinsa í ykkar lífi. Og þið hafið kannski hver ykkar fallið fyrir því, þannig að það hefur opinberað svo mikið í ykkar lífi. En núna er Drottinn að leiða okkur inn í það að
gera iðrun, bara játanda fram fyrir honum, gera iðrun, vegna þess að hann hefur nýja byrjun á dagatali Guðs. Og reyndar alltaf svoleiðis hjá Guði, það alltaf ný byrjun á hverjum degi. En það sérstaklega svoleiðis núna, vegna þess að hann vil leiða okkur inn í það að trúa fyrirheitinu. Og hann hefur verið að sýna okkur það að við getum ekki gert þetta sjálf. Þess vegna hefur hann opinbera ákveðna hluti í okkar lífum. Til að sýna okkur það að við getum ekki glímt þetta sjálf. Bara alveg svo þegar ljósmennirnir voru sendir inn í Kanasland og þeir sáu misjafnlega hluti. Sumir þeirra 10 sögðu að risarnir í landinu þeir eru ósigrandi. En 2 þeirra, Kaleb og Jósúa, að þeir sáu það að landið var hægt að vinna sigran í Ísrael landinu með hjálp drottins, að þegar drottinn var með verki. Þannig að drottinn vil gefa okkur náð til að trúa fyrirheitin í dag það að hann getur unnið verki í okkar lífi. Þannig við skulum ekki horfa á þetta sé ósigrandi í okkar lífi sem að Guð hefur opinberað að sýna okkur. Hvað sem það er. Þess að drottinn Jesús Kristur búinn að sigra þetta nú þegar. Og við þurfum að hafa trú fyrir því núna í dag. Þess að ég að tala þetta, að trúa því að hann muni sigra risanna í landinu, í lífi okkar. Alveg svo hann sigraði risanna fyrir Ísraelsmenn þegar þeir fóru inn í Kanasland. Þannig að Guð vil gefa okkur trú í dag, að honum engin hlutur megn. Og það sem við sjáum sem stórt, það bara lítið í hans augum. Þannig að við þurfum bara að segja drottinn, ekki að segja við drottinn, þetta er svo rosalega stórt vandamál í mínu lífi, ég get aldrei sigrast á þessu. Það er rétt. Lúsifer, hann blæs upp allt sem er vandamál í okkar lífi. Hann blæst það svo mikið upp að við förum að horfa á það og bíða ósögu fyrir því. Verða óttaslegin og allt þetta, allir þessi pakki, jafnvel reið, fara í einangrun. En Guð vil segja við okkur að þetta er lítið í mínum augum. Komdu með þetta til mín. Hvað sem það er, komdu með þetta til mín. Og ég mun gefa þér sigur að þið. Prófa að segja við drottinn hérna, þetta er bara lítið mál í þínum augum sem ég hef verið að beðja ósögu fyrir. Og fyndu síðan muninn bara daginn eftir. Hvað hefur gerst? Þá ertu ekki lengur að glíma við þetta eigin mætti. Ef þú segir hlutina, lítið mál í Guðs augum, leystu mig frá þessu, þá gera það. Þetta er bara að smetla fingir fyrir hann. Og líka sjúkdómar. Veikindi. Jesús vill lækna. Hann bauð okkar fara út að lækna fólk í sínu nafni. Halleluja. Og Guð vill opinbera þetta miklu meira. Vegna þess að andikristandarnir, lærdómar illra anda, að þeir vilja taka fólkið frá því að taka við fagnaðarefni Jesú Krist. Orð krossins er heimska þeim sem glatast, en oss er það kraftur Guðs til hjálpar aðeins. Þannig að við þurfum að sækja fram, við þurfum að leggja hendur í sjúka og sýna fólki að Jesús læknar í dag. Halleluja. Hverjir hafa beðið fyrir sjúkum að þeir eru læknar? Má segja hendur? Já, bara hálfur salurinn. Setjum markmið og biðjum fyrir fleirum. Þegar drottinn hann vill opinbera sjálfa sig í kjarnum okkar. Með því að lækna líkamlega veikindi og jafnvel það sem er að innra hjá fólki. Þannig ég ætla ekki að hafa þetta lengri í dag. Ég er bara ætla að byggja að standa á fætur núna.